Jæja, það fiskisúpukvöldið í kvöld á fiskidaginn og tónleikarnir, risatónleikar á laugardagskvöldi. Þeir sem slógu heldur betur í gegn í fyrra og voru sýndir meðal annars hér á N4 og svo á RÚV núna á dögunum og fengið brjálæðislegt feedback. Er það ekki rétt upplifun? Fenguð ekki góð viðbrögð þessum tónleikum í fyrra? Jú, við fengum mjög góð viðbrögð og við fengum líka mjög góð viðbrögð svona aftur núna í vikunni sem yljaði okkur mikið. Við töluðum á æfingu daginn eftir að þetta kom okkur einhvern veginn aftur í gírinn. Þegar við vorum einhvern veginn búin að gleyma því bara hvað þetta var virkilega gaman þó svo okkur hlakkaði náttúrulega mikið til, sko. Og það er ekki á hverjum degi sem að tónlistamenn fara í rauninni í svona stórt umhverfi þó þetta sé bara á Dalvík. Nei, það er nefnilega að finna við þetta, sko. Ég held að þeir sem voru ekki búin að sjá þetta, sko, og sáu síðan tónleikana núna í þessari sýningu, þeir svona áttu sig að vá, þetta er svona stórt, þó sem kannski búin að heyra það. En þetta er náttúrulega bara einstakt og frábært fyrir okkur sem listamenn að geta fengið að gera þetta og sérstaklega fyrir okkur strákana sem erum frá Dalvík og bara gaman fyrir þá sem eru að alast upp á Dalvík að sjá að þetta sé hægt í heimabænum, sko. Já, nákvæmlega, því að þetta eru náttúrulega, já, þú og Matti og Eyþór. Já, já. Öll þrenningi mæti núna líka. Já, við erum búin að vera þessi 3 ár, svona fastur punktur í þessum tónleikum og verðum það bara vonandi áfram ef vel gengur. En þetta er náttúrulega svolítið sérstakt fyrir okkur alla. Við vorum bara að veiða marmút þarna við höfnina þegar við vorum litlir og erum svo komnir þarna með allt þetta gímald og alla þessa listamenn með okkur. Ég veit ekki hvort að fólk áttar sig á því hvað þetta er stórt verkefni. Við sátum nú og vorum að funda bara upptökuna, sjónvarpsupptökuna hérna áðan og maður fyrir að velta því fyrir sér að þetta er bæði í rauninni stór viðburður fyrir okkur en síðan hvað er eiginlega margir sem koma að í rauninni tónleikum að þessari stærðargráðu, veistu það? Ég myndi segja þetta eru svona 100 manns. Já. Og við erum á sviðinu, erum við 30 manns. Nei, ég er að ljúga, við erum 50 manns, afsakið. Og síðan allt tæknifólkið og síðan er það myndvíslan og allt í kringum það og náttúrulega svo í talningum alla gæslu og allt varandi í sviðið. Og það þarf að smíða og það þarf að smíða og það þarf að elda honni fólk. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlegt magna fólk, þetta eru fleiri en 100. Og þetta er náttúrulega bara ótrúlegt og við erum líka komaðið framfæra náttúrulega, þetta er náttúrulega Samherji sem er að bjóða upp á þetta. Og við erum ásvöldlega líka þakklátt fyrir það að þeir séu yfir höfuð að taka þátt í svona lögu. Því að þeir náttúrulega eru bara kongar í fiski en leggja svona í þetta, mér finnst það frábært. Nákvæmlega. Og er kominn fiðringur í þetta? Er á morgun? Er þetta alltaf verða klárt? Já, ég verða að muna þessu. Já, ég er náttúrulega ennþá er að klára svona listan, tossalistan og maður er svona, þetta reynir á þessi síðasta vika, ég viðurkenni það, þannig að en þú veist, maður fær þess að auka orku. Þetta er líka fagfólk sem þú ert með þetta tónlistamennirnir, þetta er fólk sem kann þetta. Já, þetta og það er líka svona kannski kunstinn, það er að velja að setja þau í rétta stöður í sjóinu. Því að þetta eru líka rosalega ólíkir performerar, ef við má sletta, flytjendur. Þannig að sjóið verður mjög fjölbreytt. Já, og hvað er það einmitt, ef við tölum bara áherslurnar í ára, því að þetta er nú ekki eins og í fyrra? Nei, við erum með nýtt sjó, þetta er ekki að sama, við bjóðum ekki upp á sömu kökuna. Nei. Sko, þetta verður eins og í fyrra þá erum við að sýna úr verkefnum viðburða frá svona síðastliðnu starfsári, við gerum það, en síðan gerum við svona nýjung, við erum að frumsýna rauninni atriði úr 2 nýjum sjóm og sem verður bara næsta ári, verður ekki eins og þess ári. Og æfingarnar hafa svona mest farið í það núna. Og það verður mjög spennandi að sjá líka bara hvaða verkefni það eru. Ég ætla ekki einu svona uppljóst að ég er rosa leini. En ég hef verið að gera þessar tónleikarsýningar og sem í rauninni og snýst það að þetta er bara skemmtun. Þetta er rauninni bara svona þorrablót. Eins og verður á laugardaginn og fiskinn, þetta er svona eins og árshátíð. Þú veist, það er bara, fólk er að koma saman og hlusta á tónlist sem það þekkir og taka þátt. Og syngja með, jafnvel. Syngja með, sjálfsögðu. Og við meira að gera meiri því núna í ár. Fólkið og áhorfendur taka virkari þátt í tónleikunum. Og það er einstök stemming síðan að vera þetta, en við verðum eiginlega, má nefna ykkur nöfn hverjir koma þarna fram? Má neymdroppa smá? Já, að sjálfsögðu. Fyrir utan okkur 3 Dalvíkingana þá erum við með 2 Mývetninga, allavega 2. Það er Stefán Jakobsson og Hera Björk. Og
síðan mætti Margrét Eir á svæðið, Regína Ósk og Erna Hrönn hérna alltaf, norðan manneskja mikil, Stefanía Svavarsdóttir og Bryndís Ásmundsdóttir. Við erum með fleiri karlsöngvara, Jekkon Hansen, færeska, við erum með útlending. Þetta svona, þú veist, þetta orðið svo stórt, sko. Já, þetta alveg erlendis. Já, þetta að vera það. Svo sérstakur gestur okkar Ingo Geirdal, gítarleikari í Dimmu. Hann mætir á svæðið og skreytir þetta svolítið á sinni alkunnu snilld. Og síðan erum við pottet með einhverja fleiri sem ég bara að gleyma og þykir það miður. Við náttúrulega með dansara og svo náttúrulega þessa frábæru hljómsveit sem ég er svo lánsamur að hafa í verkefnunum mínum. Já, nákvæmlega. Og kannski svona af því að ég veit að við höfum fengið svo mikil viðbrögð hér við þessum tónleikum að það sem fólk nefnir svo oft einmitt þetta ekki bara tónleikar, þetta flæðið á heilu sjói. Já, það fer eiginlega mesta vinnan í það hjá mér. Ég hef svona verið að þróa með mér bara og svona kenna sjálfur mér og læra sjálfur á að gera öll svona vídjón sem í gangi á sviðinu, svona sviðsmyndina. Og þetta orðið svona, ég myndi sagði það við manni sem ég vinn mest með, sem Haukur, frendi minn. Hann, þetta orðið bara það sem ég finnst líka skemmtilegast í dag. Það að gera allt svona í kring. En hvernig að vera næstu í, sko, þú ert eiginlega leikstjóri, en svo þarftu líka að fara að performera. Það ekkert erfitt að skipta úr því að vera að pæla í hvort það séu rétt ljós og Já, þessna ég með, sko, ég með hana Jasmín með mér, Olsson, í ár. Af því að þetta umsvifað meira heldur en í fyrra og fólk spyr hvar endar þetta allt saman. Já. Og það alveg mjög góð spurning. Ég velti oft fyrir mig sjálfur en í rauninni snýst þetta ekkert kannski eitthvað að toppa þetta neitt ár frá ári. Við leitumst kannski líka eftir því að hafa þetta ólíkt, svolítið líka ár frá ári og hver veit ef að verður slegið til og gert aftur á næsta ári, hvað verður þá? Það verður kannski eitthvað allt annað, sko. Þannig að hvert ári einstakt, sko. Þannig að ég myndi ekki missa af neinu ári. Alls ekki, og það alltaf gott veður á Dalvík. Það alltaf rest úr veðrinu og ég meina það nú bara prýðisgóður dagur í dag og verður fínn á morgun. Aðalmálið að hafa þurrt og logn, þá erum við góð og þá sko allir í góðu skapi og verða í góðu skapi, ég hef engar áhyggjur af því, sko. Og þetta líka bara fyrir alla fjölskylduna, svo nefna það í lokum, þetta alveg fyrir krakka og þetta ekki, Við erum með alveg sér atriði fyrir börn í ár og við erum með bara börn á öllum aldri sem við þurfum að sinna á þessum tónleikum. Þetta fjölskylduskemmtun og svona myndi ég segja svona með smá prótíni, sko. Þetta náttúrulega þú veist, ásvöldið, þetta gæti skóma sér vel út alla veröld, svona umfangið. Og maður ekki gleyma öllu tæknifólkinu sem búið að vera núna á Dalvíkinu í 5 daga að setja upp það sem við erum að biðja um. Og svo þetta flugeldasýningin? Já, ekki gleyma því, það náttúrulega, og það þannig að gott að segja fólki frá því að vera komin, að því við byrjum korter í 10 og flugeldasýningin, þetta allt búið fyrir miðnætti, svo góð tími og koma tímalega til Dalvíkur. Og vera svo bara pollrólegir þegar þeir eru að fara, þetta tekur sinn tíma. Já, takið bara með ykkur nesti. Nýja skó og gleði og njóta þess. Heyrðu, þú fer væntanlega í smá súpu í kvöld eða hvað? Já, ég labba alltaf í súpu og fer svo heimsæki mömmu æskuvina mín, svona Herborgu miðnætti og fæ þá brauð með miklu majónesi og hangiketi. Þannig ég hef með svaðalegan bjú á sjóinu á morgun. Yndislegt, ég bara verð að segja það, ég er búin að renna yfir það sem að gera. Þegar maður fær í gæsahúði að því að lesa sko, hvernig þetta á að vera, þá hlýtur þetta að verða alveg treyst. Ég vona þess og ef allt gengur upp þá verður þetta alveg sjúkt. Við skulum bara vona það. Ég krossa puttan, fingur. Heldum þumalinn. Já, gleðilegan fiskidag. Herra sem er leiðis.
En með þessu þá ljúkum við föstudags þættinum í dag, segið góða helgi og gleðilega fiskidaga.